Ég heilsa ykkur öllum í Jesú nafni. Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn. 1. Tímóteusarbréf 1:15. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Rómverjabréfið 3:23 og 24. En Guð auðsýnir kærleika sinn til vor þar sem Kristur fyrir á stáin meðan við enn vorum í syndum vorum. Rómverjabréfið 5:8. Þegar að syndarinn iðrast og leitar Guðs verða þáttaskil í lífi hans. Það undursamleg náð drottins sem að dregur syndarann að krossinum. Þar öðlast hann þann frið sem aðeins Guð einn getur gefið. Og þetta náðin sem hann vil gefa öllum þeim leita hans. Ef einhver í Kristi að skapaður á ný, við gamla var það engu, sjá nýtt orðið til. 2. Korinthubréf 5:17. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesú og búið á stað í himinhæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sýna hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðar sinnar við oss í Kristi Jesú. Því að náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú, þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesú, til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að vér skyldum leggja stund á þau. Efesusbréfið 2:6-10. Ellen G. White skrifar í bók sinni Vegurinn til Krists á blaðsíðu 75. Því nær sem þú kemur Kristi, þeim mun ófullkomnari mun þú verða í eigin augum. Því sjón þín skerpist og gallar þínu munu koma í ljós í hrópandi andstæðu við hið fullkomna eðli hans. Þetta til marks að blekkingar Satans hafa mist mátt sinn og að lífgefandi áhrif anda Guðs að vekja þig. Engin djúpstæður kærleikur til Jesús getur búið í því hjarta sem gerir sér ekki grein fyrir eigin syndarástandi. Sú sál sem náð Krists hefur umundað mun dáðst að hinni guðdómlegu lindisenkun hans. En ef við sjáum ekki hve okkar eigið siðferðis ástand báborið, ber það ótvírætt vott að við höfum ekki litið fegurð Krists og tign. Því minna sem við sjáum í okkur sjálfum til að miklast af, því betur munum við kunna að meta hinn óendanlega hreinleika og yndisleik frelsarans. Þegar við sjáum syndarástand okkar, leitum við til hans sem megnar að fyrirgefa. Og þegar að mannsálinn skilur úrræðaleysi sitt og leitar til Krists, mun hann birtast í krafti sínum. Því fastar sem meðvitundin þörf okkar til hans og orðs Guðs, því háleitara verða hugmyndir okkar lindisenkun hans og því betur munum við endurspegla dýrð hans. Tilvitnun lýkur. Í 1. Pétursbréfi segir: Þér vitið að þér voruð eigi leystir með hverfulum hlutum, silfri eða gulli frá fánýtri hegðun yðar þér höfðu að erðum tekið frá feðrum yðar. Heldur með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs með dýrmætu blóði Krists. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. 1. Pétursbréf 1:18-20. Snemma í janúar árið 1972 var ég fyrir alvarlegu slysi borð í togara. 12 tímum síðar var ég lagðurinn á spítala eftir rannsókn með sprungu í mjaðmagrind, lúnabólgu og 40 stiga hita. Og erfiðir dagar fór í hönd. Ég gerði mér ekki grein fyrir ástandi mínu fyrstu vikurnar, ekki frekar en ég gerði mér grein fyrir hversu líf mitt var orðið vonlaust og innantómt. En þó að útlitið væri ekki gott, þá var eitthvað að gerast þarna á spítalanum sem ég átti ekki að venjast. Allstaðar mætti ég
hlýju, nærgætni og umhyggju. Eitthvað lá í loftinu sem vakti hjá mig von að allt mundi fara vel. Þarna á spítalanum urðu tímamót í lífi mínu og þegar ég lít tilbaka sé ég að allt breyttist smátt og smátt til betri vegar. 20 árum síðar eignaðist ég lifandi trú á Jesú Krist. Þá urðu þáttaskil sem breytti öllu fyrir mig. Syndabyrði mín var tekin burt þegar ég iðraðist og bað Drottinn að fyrirgefa synd mína og misgjörð. Tilvitnun lýkur. Í Hebreabréfinu 12. kafla frá versi 10 segir: Okkar jarðnesku feður öguðu okkur aðeins í nokkur ár og aðeins í góðum tilgangi. Ögun Guðs alltaf rétt og okkur fyrir bestu, því að hún veitir okkur hlutdeild í heilagleika hans. Refsing óþægileg meðan á henni stendur og jafnvel sársaukafull. En hver árangurinn? Persónuleiki og skilningur mannsins vex og þroskast. Hebreabréfið 12, 10 og 11. Í Sálmi 25 segir Davíð: Góður og réttlátur Drottinn, þess vegna vísar hann syndurum veginn. Hann lætur hina hrjáðu ganga eftir réttlætinu og kennir hinu þjökuðu veg sinn. Allir vegir Drottins elska og trúfesti fyrir þá sem gæta sáttmála hans og vitnisburða. Sálmur 25, 8 til og með 10. Vér tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs meiri. Þetta vitnisburður Guðs, hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfum sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hann að lygara. Því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem að hefur soninn á lífið, sá sem að ekki hefur Guðs son á ekki lífið. 1. Jóhannesarbréf 5, 9 til og með 12. Amen. Takk ykkur fyrir.